Það er að lokum nokkuð öruggur sigur í Vesturbænum í kvöld. Þið gerðu vel að halda þeim frá okkur. Já, mér finnst það, við gerum bara mjög vel. Við leið svona, tölum við hálfleiknum, okkur leið vel. Þú veist, við fannst kannski geta verið með betra fórskot. Við vorum að brenna fullt af opnum færum hérna og það sveiflaði klikka okkur í leiðöfni. Einar hefur aldrei brosað á æfinni. Ekki nema þegar núna landsfundi Sjálfstæðisflokksins er, þá brosir hann. Það hérna, klikkum á leiðöfni og þeir vilja náttúrulega bara hlaupa. Við gerum óbóðslega vel að stýra hraðanum vel, óbóðslega vel. Hvað er þið með 6-7 tapaða bolta heild í leiknum á móti liði sem maður vill hlaupa? Já, við töpuðum ómikið boltum í öðru leiknum þetta. Við vorum 1 í fyrsta og svo vorum við eitthvað 6 í hálfleik eða eitthvað. Og ég veit ekki alveg hvernig það endaði, en við gerðum það. Já, fengum hérna nokkra körfur og nokkur lúk bara á síðustu 2-3 sekúndunum í skóklukku. Og þetta var svona, það er bara fyrsta skipt sem að Höttur vinnur KR í körfubolta á Íslandi og bara stór áfangi. Það er bara, við erum að taka þrepinn hægt og rólega upp, við erum bara leiðin upp stigann og strákandi framkvæmdi þetta hrikalega vel í dag. Þið eru að gera þessi, ég meina þeir eru að vinna Tindastól heima daginn og vinna KR hér daginn. Þetta er svona svolítið nýr veruleiki fyrir Höttur í Östurlandi, ekki? Jú, ég meina þú veist, við erum bara mjög fókusera á það sem við viljum standa fyrir og ætlum að gera og við leggjum upp eitthvað leikplan sem er kannski stundum gáleitt og stundum ekki, eða ég veit ekki, svo sem gengið bara nokkuð vilja okkur en bara hrós á leikmennina, þeir executaði að framkvæma þetta bara eins og í beðum og þeir mega þá bara benda á okkur þegar við töpum leikjum ef að leikplanið er ekki eins og við viljum hafa. Þannig að bara óbúslega sterkt, ég er bara stoltur að koma inn í KR og vinna, það er bara, Það komin nokkrum vikum síðan og þú fórst í viðtal eftir leik og það var mikil eldraða sem þú tókst út einsleiksbann fyrir og eitthvað. Og einhverjar kenningar uppi að þú hefur verið að tala inn í hópinn með því, svona við á móti þeim eitthvað, en það virðist hafa virkað hjá þér að synda? Nei, ég talaði við mína menn í klefanum og svo talaði við þjóðina á þig í sjónvarpinu og ég var bara ósáttur með nokkra hluti þarna og ég er þannig, saman hvort að fólki líka betur en þér, ég segi það sem ég finnst og stundum er sannleikurinn sár og það er bara svoleiðis og ég er ekki í þessu til þess að afla mig vinna, ég er bara í þessu til þess að Höttur Egilsstöðum eflist sem körfuboltalið og félag og vinni leiki og skiptir engu, við erum tveir saman að þjálfa þetta og ég sé upp í stúku þá ég er hávær og góður að segja áfram með Höttur þannig að mínar kraftar nýtust þar á móti Tindastól þannig að skiptir ekki. Þið eruð á svona sögulegri sigurgöngu fyrir félagið núna, er ekki gaman að vera með hætti núna? Jó, bara, lífið er einfaldara með að vinna heldur en að tapa en það er bara klálega þannig að við þurfum það kannski breytir ekkert öllu, bara sjálfstraustið í okkur og ég ætla að segja bara samfélaginu okkar er bara meira þegar vel gengur og það er bara eitthvað sem við viljum byggja á en hvort við vinnum með töpum, við megum ekki, lífið má ekki stjórnast af því, við mætum í vinnuna á hverjum degi og reynum að vera betri og ég gerir mitt og leikmenni sitt og Einar sitt og bara, þetta er bara samvinna og kannski erum við bara núna uppskera hægt og rólega eftir margra ára vinnu og við þurfum bara að halda henni áfram, við höfum ekki sofna á verðinum og alltaf fara að fagna og snemma, það eru aðrir sem hafa verið sofið á verðinum. Leiðilegt að fara inn í landsleikjahlé svona heitir? Leiðilegt? Já. Nei. Skiptir ykkur máli? Það væri leiðilegt að fara inn í landsleikjahlé ekki heitir. Já, ég meina, landsleikjahlé er þarna og við breytum því ekki frekar en veðrinu eða verðbólgunni eða einhverju anskotan. Skiptir mig, við stjórnum okkar, það er landsleikjahlé og við bara notum það til að laða batteríin og svo mætum við bara feskir með sjálfstraust og áfram á sigurgöngu eftir landsleikjahlé. Frábært, takk fyrir út það mikið.